Velkomin í föstudagsþáttinn á N4. Það pakkaður þáttur, skemmtilegt framundan, verið endilega með okkur. Við ætlum að byrja því að líta á innslag sem var tekið í Háskólanum á Akureyri í síðustu viku. En þar var starfamessa og krakkar úr grunnskólum á Norðurlandi eystra heimsóttu skólann. Rakel og Ásthildur kynntu sér málið. Starfamessa grunnskólana var haldin í sal Háskólans á Akureyri á dögunum og N4 lét sig ekki vanta. Ungmenni úr skólunum á Norðurlandi eystra fengu tækifæri til þess að kynna sér starfsemi hinna ýmsu fyrirtækja og stofnana á starfamessunni og hjá okkur fengu þeir sem þorðu að fá smjörþefinn af því hvernig er að starfa í fjölmiðlum. Hvað var þetta skemmtilegast? Örugglega þar sem að hjúkrunarfræðingarnir voru. Hvert á ég að horfa? Á ég að horfa í myndavélina? Ég heiti Kría og við erum hérna með Amelíu. Hvað heitir þú? Smokkamadurinn. Núna erum við hérna staddar á starfamessu í Háskólanum á Akureyri. Hvað finnst þér langmest spennandi? Ég myndi segja löggan. Já. Hvað eru þið að spá í fyrir framtíðina ykkar? Ég er ekki alveg viss. Ég ætla að klára menntaskólann og svo bara að sjá. Já, það er bara gott plan, en með þig? Ég stefni á tónlistarháskólanám. Já, í klassískri tónlist. Já, þannig að þú ert bara búin að plana svolítið. En hvað með þig? Ég vil fara í nám hjá félagsráðgjöf. Hvað ertu að verða þú eldri? Ég vil teikna fyrir Disney. Áhugavert. Hvernig finnst þér að starfa á messunni? Mér finnst það bara skemmtilegt. Ég er bara nýbyrjuð að skoða. Náður að lenda flugvélinn í flugherminum? Já, en það var bara grassinu sko. Já, þannig að þú lendir ekki? Já, ef ég gerði betri en Björn. Já, þú lendir ekki? Jú, ég lendi. Hingað koma í dag 600 ungmenni að kynna sér hjá rúmlega 30 sýnendum hinn ólíkustu störf sem þau jafnvel aldrei vita að væru til og að því leyti þá opnar þetta bara nýjar vitir og nýja möguleika fyrir þennan hóp. Það er svo gaman að sjá hvað krakkarnir eru duglega að spyrja af því að þetta mun hafa áhrif á þeirra starfsval og hvað þau vilja með sína menntun og sitt líf í framtíðinni og það er náttúrulega það jákvæða við þetta og það er náttúrulega aðal tilganginu náð ef að næst að gera það. Hvað ertu búin að vera að gera? Búin að leysa þraut með loft og bara eftir að klára að skoða. Hvernig finnst þér hérna á starfamessunni? Mér finnst það bara algjörn snilld, sko, alveg top notch. Það er svona, þetta er rosalega áhugavert, þau byrja voðalega hógvær en síðan svona hægt og rólega koma þau út úr skilinni. Mjög gaman að fylgjast með því. Má spyrja og hvað eru þau svona aðalega að spyrja þig? Mikið bara út í námið, þú veist hvernig læknanámið er og síðan er svona opnunarspurningin hei, hvað er þetta? Hvernig virkar þetta sem er á borðinu hjá þér? Og mesti áhugin er einhvern veginn á þessu sem er hægt að meiða sig mest á, þú veist. Og mjög vinsælt hjá hjúkrunarfræðingum, taka blóðsykur og svona. Þetta gerir eitthvað sko. Og reflex, sem sagt patellareflexin líka, svona eitthvað sem er hægt að horfa á, það er svona það sem að... Eitthvað að gera. Eitthvað að gera. Ég er hjúkrunarfræðingur á Sjúkrahúsinu á Akureyri og ég er að kynna í rauninni bara allar þær græjur og tól og tæki og dót sem að ég nota í mínu starfi daglega og störf hjúkrunarfræðinga í rauninni bara á Sjúkrahúsinu yfir höfuð bara. Og hvað eru þið að gera þannig með þessa dúkkur? Sigurlína sem að vinna með mér á gjörgæslunni, hún er að kenna að setja upp æðalegg og þessi dúkka hún fékk nafnið Óli í morgun, fyrsti hópurinn skýrðan. Þannig að auðmikið Óli, hann er mikið fórnarlamb. Það er búið að stinga hann þó nokkuð oft. Góðan daginn, ég er hérna með 2 litla drengi. Sigurður. Hvað langar ykkur að vera þegar þið verið stórir? Veit það ekki. Hvað langar þér að vera, drengur? Ég er ekki búinn að ákveða. Áhugavert. Svo verið sem þessi drengir séu ekki búin að ákveða hvað þeir ætla að vera. Höldum áfram.